Já, góðan daginn og velkomin í þáttinn Velferðin sem að hér vikulegur þáttur velferðamál. Ég heiti Þorkell Sigurlaugsson og formaður velferðarnefndar Sjálfstæðisflokksins sem kosin var á síðasta landsfundi árið 2018. Eitt af þeim málum sem við höfum áhuga á að fjalla það málefni eldri borgara, rekstur hjúkrunarheimila og tengd atriði og samstarf sveitarfélaga og ríkisins og svona almannatryggingar í því sambandi. Og það málþing í dag greining á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila og meðal ræðumanna Aldís Hafsteinsdóttir og Haraldur Benediktsson. Þau öllum kunnug sem hérna að horfa á þennan þátt, en Aldís formaður samband sveitarfélaga og Haraldur alþingismaður og varaformaður fjárlaganefndar. Ég ætla að bjóða ykkur hjartalega velkomin í þennan þátt. Já, takk fyrir boðið. Ef ég byrja á ykkur, þá þetta málþing í dag, það heitir á ystu nöf og þá spurningin hvers vegna við erum komin á ystu nöf og hvað hefur verið að breytast á undanförnum árum og hefur leitt til þess að rekstur hjúkrunarheimila er orðinn mjög erfiður. Aldís, hvað getur þú sagt það? Já, það auðvitað þannig að daggjöldin hafa bara ekki fylgt þeirri þróun sem hefur orðið í kostnaði við rekstur hjúkrunarheimila og núna stöndum við frammi fyrir því að til dæmis sveitarfélögin að greiða mjög mikla fjármuni með þeim hjúkrunarheimilum sem þau eru að reka og það gengur auðvitað ekki til lengdar og eins líka sjáum við það bara sjálfstæðir rekstraraðilar sem eru háð framlögum frá ríkinu. Þau treysta sér varla til þess að reka hjúkrunarheimilin með þeim fjármunum sem til þess eru settir. Og þetta auðvitað bara algjört ófremdar ástand. Og ég held að við sem þjóð þurfum að bara ávarpa það, hvernig sjáum við þennan málaflokk þróast? Hver á að reka hjúkrunarheimilin? Núna eru 4 sveitarfélög búin að skila rekstri hjúkrunarheimila til ríkisins og þetta ekki þróun sem ég kæri með að sjá. Já. En þá spurningin, Haraldur, sem var horfið nú á alþingismenn og hlutverk ríkisins í þessu. Þarf eitthvað að stokka upp kerfið? Ykkur þróun búin að verða sem að hefur gert þennan rekstur erfiðari fyrir ríkið að fjármagna eða hver svona megin skýringin á þessum erfiðleikum eins og þú hefur upplifað það frá fjárlaganefnd? Já, þetta hefur nú fylgt mér frá 2013 í vinnu fjárlaganefndar og við erum búin að plæja þennan akur ansi lengi og svona til viðbóta sem Aldís að lýsa frá hendi sveitarfélaga. Þá hefur verkefni fjárlaganefndar verið ekki síst að ræða þann vanda sem Aldís að lýsa, líka sveitarfélag sem hér út land og misstór hjúkrunarheimili og missmiklir erfiðleikar. Við höfum lagt í talsverða vinnu í fjárlaganefnd í gegnum árin svona að reyna bæði að greina orsakir og hvað að breytast. Ef ég leyfi mig bara svona að taka það saman í svona snubbótta lýsingu, þá hafa hjúkrunarheimilin svona færst frá því að vera þessi dvalarheimili sem við þekktum hér áður, sem voru kannski ekki síst bara búsetuúrræði á þess tíma þegar þau voru byggð yfir í að verða að einhvers konar sjúkrastofnunum á síðasta hluta æviskeiðs. Og fólk að verða stöðugt eldra, það orðið veikara þegar það kemur inn og því fylgir meiri kostnaður sem að við erum allavega að sjá að hefur kannski ekki alveg fylgt eftir í fjármögnun á þeirri þjónustu þar að veita. Og við höfum velt upp í fjárlaganefndinni, þó hún sé sjálf sem alla málaflokka ríkisins undir, að reyna að skilja hvernig kostnaðurinn að þróast, hvers vegna hann að þróast með þessum hætti. Og við tökum alveg undir það að nú þurfum við að fara að breyta stefnu eða nálgast þetta með einhverjum öðrum hætti, en ég vil samt taka fram að, og ekki síst út af málþingin í dag, við verðum fyrst að ná utan það rekstur sem í dag og komast til botns í því hvernig við eigum að fjármagnan áðan að ég held að sé mikilvægt að við tölum þetta þannig, þó við viljum horfa til framtíðar og viljum ávarpa það sérstaklega í nefndaráliti meðal þetta fjárlaganefndar núna við fjármálaáætlun,
þá verður að ná utan stöðuna eins og hún og því að rétt eins og Aldís að lýsa meðgjöf sveitafélagana með þessu erfiðleikar í að reka heimilin og ég gæti tínt til fleiri atriði, það svona atriði eins og einstaklingarnir sem að búa þessum heimili, okkur fylgja ekki réttindi þeirra til lyfjakaupa, þeim velt yfir á heimili og það eru fjölmargir þættir sem við mætti vel rýna sem að gæti bæði einfaldað og létt rekstur hjúkrunarheimila en líka ekki síst hort til annar eða breyting á þessu sviði. Ég hef nú verið í sambandi svolítið við félag eldri borgara og landssamband eldri borgara og eitt af því sem þeir hafa verið að leggja áherslu á það að reyna að búa til einhvert millistig, einhvert valkost, búsetu valkost sem á milli þess að vera heima allt og lengi og fara inn á hjúkrunarheimili. Þannig að það er spurningin hvort þú sjáir það og hvort þið sjáir einhvern slíkan valkost og hvernig væri hægt að fjármagna hann. Hann vandamál ríki og sveitafélaga, er fjármögnunar vandamál og samstarf þarna á milli mikil hindrun í þessu öllu? Sko, ég held svona búsetukostir eru til og njóta mikill að vinsalda í dag. Við finnum það alveg sem að erum að sýsla með þessi mál dagstaglega að það er mikil ásókn í meira öryggi, ekki síst meiri nánd við fólk, svona léttari búsetuskilyrði og meira öryggi. Og að því ég nú líka bæjarstjóri í Hveragerði, þá nú svo hamingjusum með það að þar eru svona búsetukostir sem leyfið mér að segja, sko vinsælustu en jafnframt dýrustu fermetrarnir í bæjarfélaginu, þar sem fólk tengist heilsustofnun og fær þessa þjónustu. Þetta valkostur sem mjög góður og hann hefur verið til dæmis hér í Mörkinni, þar sem fólk kaupir sér inn í þetta fyrirkomulag. En þetta það hefur kannski vantað þess upp á bara frumkvæði að við í sameiningu ríki og sveitafélögum tækjum bara saman höndum og segjum þetta bara eitthvað valkostur sem þarf að vera til staðar, hvernig ætlum við að fjármagna hann og hvernig ætlum við að standa að honum. Því það var alveg meðvituð ákvörðun tekin það að dvalarrýmin að þeim myndi fækka. Við munum það alveg fyrir nokkrum árum, þá voru dvalarrými kannski jafn mörg og hjúkrunarrými og jafnvel miklu fleiri inn á þessum stofnunum. Og þetta ekki lengur. Núna hefur bara hafa sveitarfélögin og heilsugæslan tekið að sér að þjónusta fólk í heimahúsi mikið lengur heldur en áður var. Og það kostnar fólkin í því. Við til dæmis, það verið að bjóða upp á kvöld- og helgarþjónustu til fólks í heimahúsum á vegum sveitarfélaga og svo kemur heilsugæslan á móti með hjúkrunarþáttinn. En þetta þetta kostnaðarsamt, en svo má bara ekki gleyma því að Íslendingar búa ekki allir í þéttbýli. Það bara dágóðu slatt á Íslendingu sem býr í hennu dreifðu byggðum, það sem gríðarlega kostnaðarsamt að veita þessa þjónustu heim. Og þó að það sé mjög göfug hugmyndafræði að ætla okkur öllum að búa heima, þangað til að hjúkrunarheimilið tekur við, eins og það skilgreint í dag með þeim vistunumati sem þú þarft að ná til þess að komast þar inn, að þá bara þetta ekki hægt. Ef að fjarlægðir innan sveitafélaga það miklar að þú getur ekki sinnt fólki með þessum hætti heima hjá sér. Þannig að á þeim stöðum þurfum við ekki síst að huga að búsetukostum og öðruvísi úrræðum og þar kemur svo aftur til kasta byggðaáætlanir og byggðastefnunar á Íslandi. Hvernig viljum við sjá þetta gerast? Því að í þessari góðu skýrslu sem að Gylfi stýrði nú starfinu við, þar kemur fram að sum sveitafélagaheimilin dýrari, þau minni einingar. En það kannski líka bara hluta því að vera Íslendingur að búa á Íslandi, hvernig viljum við þjónusta fólk sem býr ekki á höfuðborgarsvæðinu? Það hlýtur alltaf að vera munur á því og þá þurfum við að koma með þessi búsetuúrræði og það verkefni sem mörg sveitafélög eru að glíma við og eru að byggja svona íbúðir, jafnvel í tengslum við dagdvalir og félagsstarfið og annað slíkt. En þá kemur upp þessi spurning líka, sko, hvað vilja íbúarnir? Mér finnst eins og að við tölum nú, okkar flokkur talar frelsi og fólk hafi frelsi til ýmissa hluta. En þegar þú ert orðin gamall, orðin aldraður, þá missur þú svo mikið frelsi. Þú missir frelsi við að velja í hvers konar húsnæði þú býrð, þú ferð á hjúkrunarheimili, þú ferð í herbyggi sem henta þér ekki eða
getur ekki valið mismunandi valkosti, þú getur ekki unnið lengur nema með skerðingu og það talsveit mikið frelsi sem tekið af eldri borgurum og það líka þannig að ríkið tekur yfir og sveitarfélögin algjörlega þetta mjög mikið þannig að allt sem heitir sjálfstætt starfandi eða sjálfseignarstofnanir eða einkaaðilar sem að veita þessa þjónustu, þeir koma ekki til, eru ekki er að frökla svolítið frá þessu að það er ekkit slæmt að fara úr sínu húsnæði og búa einhver staðar innan annað fólk í fjölbýli. Ég nú sjálfur í fjölbýlishúsi og það er svona aðlaga þetta að nútímanum og þeim veruleika að við eldumst en við eigum eftir að lifa miklu lengur bara góðu lífi sem eldri borgarar. Já. Þú nefnir Þorkell, þau þurfum ekki að fara að hugsa þetta upp á nýtt og ég er alveg sammála því og ég held að þessi svona nálgun þín á þetta, hvernig við erum að ganga á frelsi fólks sé líka ákveðat sjónarhóllum sem að standa á því að það getur líka verið ákveðin drifkraftur til breytingana. Ég segi með við mannfjöldaþróun og hækkandi aldur þjóðar þá mun ríkið ekki byggja hjúkrunarheimili fyrir alla þá sem á því þurfa að halda. Það er nú bara fyrir mér ein staðrind. Þá þurfum við að hugsa þetta með öðrum hætti. Fólk er nú sem betur fer almennt orðið ágætlega stætt þegar að komið á þennan aldur, það eins og þú segir býr í stórum eignum. Þá getum við hugsað, getum við nota skattkerfið líka til þess að hjálpa til við þá umbreytingu og húsnæði. Í öðru lagi þá hef ég oft velt fyrir og ég held að við ættum að taka umræðu það við munum verja fjármunum til þess að þjónusta fólk sem hafa komið með þjónustu þörf. Á fjármagni kannski að fylgja fólkinu. Má ekki fólkið eiga þetta húsnæði sjálft frekar en að við séum alltaf að byggja það á hendi ríkisins, setja það með einhverjum hætti í rekstur sem er nú ótrúlega fjölbreytt form á í dag, ég held að sé 3 eða 4 ekstra form á hjúkrunarheimilum í dag og láta frekar fjármagni fylgja fólkinu. Í þriðja lagi vil ég nefna sem að ég veit að Aldís þekkir mjög vel og er nú svona verkefni sem hafa farið á stað örugglega víðar en á Vesturlandi, ég þekki best til þess þar, að það líka brjóta svolítið sílóun á milli þjónustu þáttar sem sveitarfélag er að veita og síðan þjónustuna sem þið opinbera heldur á. Þannig að það verði meira flæði á milli þessara kerfa, þannig að þú sem einstaklingur komin á þennan aldur hafið valkosti og þú hafið það að segja jafnvel hvað þú kaupir mikið af þjónustu eða hvað þú þarft mikla þjónustu, en að þetta sé skilverkara flæði þetta á milli hlutar sveitarfélagana og hlutar ríkisins og líka þarf að hreinsa líka þar upp grásvæð og það er nú svona önnur umræða sem við aldrei tökum reglulega þátt í er svona hvað skarast þar á milli. Þannig að ég held að við eigum mikil tækifæri í því ef við bara horfum út frá frelsinu og þér sem einstaklingi. Er við gott að heyra þetta því að ég held að það vanti nefnilega þennan valkost. Þetta er orðið svolítið fólk er mótað eða sett inn í bara eitthvað mót. Það er öll hjúkrunarheimili eiga að vera svona, herbyggin eiga að vera svona stór, fólk er að koma veikt inn í þessi herbyggi og það hefur ekkit við kannski þetta mikla rými að gera. Er ekki að það að þvælast mjög mikið fyrir okkur við að hvernig fjármögnun sveitarstjórnarstigsins og ríkisins er og þessi hlutföll þar á milli og þessi verkaskipting og svo eru ólíkir hagsmunir og ólík geta á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi. Bara málefni fatlara sem að taki það sem dæmi hvað þetta hlýtur að vera erfitt við út á landi og eins og með eldri borgara. Hvernig í framtíðinu er þetta fyrirkomulag eitthvað sem að við þurfum að huga að og breyta? Er rétt gefið í þessu? Ef þú spyrir mig og ég gríp orðið á undan Haraldi, að þá myndu ég allan daginn segja að það sé ekki rétt gefið. Og þá meina ég bara í stóra heila þegar litið til tekjustofna sveitarfélaga. Sveitarfélagin er að veita íbúum mjög mikilvæg og dýrmæta nærþjónustu. Og það brennur oft fyrst á sveitarstjórnarmönnum og sveitarstjórnunum þegar svona bjátar á hjá fólki og að því að við erum svona fyrst í kontaktin.
Við erum fyrsti snertiflutur fólks við þjónustuna og okkur finnst klárlega að vanta stórkostlega upp á að við fáum þar tekjur sem við þurfum, að því þú myndist þarna málefni fatlaðs fólks sem efni annan hlaðvarpsþátt að fara að ræða þau og myndir gjarnan vilja koma í hann. En þá er það þannig að ríkisvaldið setur leikreglurnar og ætlar okkur að framfylgja þeim leikreglum sem settar eru. Og það vantar bara þó nokkuð upp á að það sé farið fram almennilegt kostnaðarmat á mörgum af þeim frumvörpum og lögum sem verða veruleika og það gildur þennan málaflokk eins og alla aðra. Við erum í endalausu viðræðum við heilsugæsluna það hvort að þetta verkið inn á heimilum fólks sé hjúkrun eða félagsleg almenning. Þannig að, og það eru þetta grásvæði þar, en ég held samt að á langflestu stöðum þá er þetta leyst farsalega bara með samskiptum á milli manna. Af því að fólk auðvitað, við erum öll í sömu vegferðinni, við viljum sinna okkar elstu íbúum eins vel og kostur og þeim sem þurfa á stuðnistjónustu að halda. Þannig að það er eitthvað sem að ég held að það er allir borð í sama bátnum þar. En svo auðvitað þekkjum við alveg þessa umræðu hvort ég að flytja málaflokkin alveg yfir til sveitarfélagana, málefnin aldraðra. En þá segjum við í staðinn, ef að það á að gerast, þá verður auðvitað að vera búið að koma málaflokknum á einhvern þann stað að það sé hægt að færa niður. En ekki að færa niður með óralöngum biðlistum og vanfjármögnuðum hjúkrunarheimilum og illa skilgreindri í heilsugæslu, að það er ekki málaflokkur sem við getum tekið við meðan að þannig er. Nei. Það verður auðvitað bara að grípa til þeirra aðgerða sem eru nauðsynlegar núna því að við sjáum það er bara bráðavandi í rekstri hjúkrunarheimilana og það er bara eitthvað sem þarf að leysa og það er nú bara talað ég meina það hafi verið búinir til alls konar viðaukar við fjárlög af minna tilefni en því að sveitarfélög séu umverfum að skila rekstri hjúkrunarheimila og sjálfstæðir ekstraaðilar séu mörkunum að gefast upp. Já, en er þetta ekki líka spurning stefnu, pólitíska stefnu, annars vegar sjálfstæðisflokksins og svo kannski vinstri grænna ef við horfum á stefnu mótun flokkana eða stefnu flokkana. Hvaða stefnu eigum við sem flokkur að hafa til lengri tíma eigum að leggja áherslu að hafa heilbrigðismálin og velferðarmálin sem er langstærsti útgjaldaliður. Við höfum svolítið ekki kannski lagt mikla áherslu að vera þar og ekki kannski heldur mjög mikla áherslu á menntamálin, ekki alveg upp á síðkastið allavega. Þetta er nú langstærstu mikilvægastu málaflokkarnir. Það eru við erum að ræða fjármálaáætlun næsta ára núna í þinginu og það er að verða 60 krónur og 100 sem fara til velferðarmála. Og það er svo risastór málaflokkur og ég vil segja líka mikil tækifæri í honum til að gera betur án þess að nota fleiri krónur og við þurfum einmitt að nálgast það með þeim hætti, við þurfum að nýta það fjármagn betur. En varðandi það sem út að velta fyrir sko stefnun og hugmyndafræði, þá segi ég fyrsta lagi það væri það versta sem gæti komið fyrir okkur að missa þriðja geirann meira út úr rekstri á þessu sviði, því að ég held að það hefur nú verið okkar lán miklu frekar hingað til að geta virkjað þriðja geirann, frumkvæðiskraft fólksins, hvað sem er að heimamann eða samtaka og við getum örugglega bent fingur á það að þetta hefur sparað hinu opinbera gríðarlega fjármuni sem þessi félagasamtök eru að leggja fram og nálgun allavega sem ég segi fyrir sjálfstæðisflokkin er að taka betur utan þriðja geirinn og gera honum kleift á að sækja inn á þessi svið í þjónustu og standa þá með honum þar megum við ekki lengur láta undan síga. Þetta er svona mitt viðhorf sem ég held að verða að vera línan sem að við allavega tölum fyrir næstu kostingum, horfandi á þessi gríðarlega háa hlutfall útgjald til velferðarmála og reyna að nálgast þetta fyrst og fremst með framtaki einstaklinga í huga til þess að gera betur. Já, það er gott að heyra. Ég held að við sem höfum verið að ræða þetta í velferðarnefndinni, við höfum talað það að horfa á tækifærin til þess að þetta er stærsti útgjaldaflokkurinn og það er líka þá stórt tækifæri til þess að innan gæsalappa sem við köllum hagræða
en líka bara tæknivæða og breyta í takt við nútíma möguleika í velferðartækni og upplýsingatækni og heilbrigðistækni og fjarvinnslu og svo framvegis. Ég held að það geti verið mjög mikilvægt að horfa til þess. Ég held að við höfum að líka nálgast þetta kannski að svolítið meira auðmýkt heldur okkur hefur lánast hingað til. Og því að við sáum nú bara nýlega viðhorfskönnun til einkarekstrar. Já. Og það er búið að takast að setja ljótan stimpil og einkarekstur. Akkurat. Og ég held að við erum að vera meðvituð það sem stjórnmálahreyfinga að heyra þessi viðvörun orð þar sem að fólki er að óttast þegar við erum að tala með þessum hætti að það sé hægt að fela öðrum en hinu opinbera tildingi rekstrarsvið. Og líka þá bara nálgast á þannig að við þurfum líka að tryggja ákveðna, þannig að við vinsalt að segja gagnsæi núna, en þetta er alveg skilabóð sem við höfum taka til okkur því að við verðum að vinna með og til þess að við komumst áfram með þessa hugmyndafræð okkar. En ég held að, eins og ég nefndi þriðja geirann áðan að það sé þá í meira mæli það form sem við eigum að horfa til ekki síst fyrir utan þess að ég nefndi áðan að við eigum orðið velmenntað fagfólk á hinum ýmsum sviðum á þessum sviðum. Við þurfum líka að leyfa því að hasla sig völl því að það getur og hefur sýnt sér geta gert hlutina ódýrar og betur heldur í því opinbera. Já, ég held að þetta sé líka mikilvægt út frá því að fólk sem er að mennta sig erlendis í nýjum hlutum, geðlækningum og ýmsu sem snýrað eldri borgurum og er mikið vandamál, að þetta fólk vill koma til Íslands og ég held að ríki get ekki verið eini aðilinn sem er að ráða fólk í vinnu til þess að sinna heilbrigðis- og velferðarmálum. Þetta þarf að verða aðilar sem eins og Grund á sínum tíma og Grund er náttúrulega búið að vera sjálfstætt starfandi einkarekið í þeim skilningi án hagnaðardrifina sjónarmiða alveg frá upphafi og ég held að fólk átti sig ekki alveg á því að mikilvægi þess að hafa haft Grund til dæmis og Hrafnistu. Þú nefnir svona mistök enga megin, þannig líka hinum megin sko. Við skulum ekki gleyma því og þess vegna held ég að skipti máli að hvernig við nálgumst þessa umræðu. En ég held að bara grundvallar atriði þessu sem við erum að ræða af því þú nefnir að við séum áhugaverður kostu fyrir fólk sem hefur farið erlendis og mennta sig og við þurfum að innleiða mikla tæknibyltingu sem þið opinbera nú líka hluta til að fara fjárfest í sem ég held að veri stóra breytingin á næsta árum hvernig við nýtum stafrænu lausnir. Þá held að grunnlínan í þessu sé fjölbreytni. Við þurfum að tryggja fjölbreytni á þessu sviðum til þess að þetta sé áhugavert fyrir fólk að hasla sig völl á. Fjölbreytni og frelsi til að velja og ég held að ef við horfum bara til notenda þegar þessa fólks sem við erum að þjónusta því að við sem svona opinberir þjónar fólksins eigum fyrst og síðast að horfa til þeirra þarfa sem við þurfum að uppfylla að þá vill fólk hafa frelsi til að velja og ég held að þessi bara það er ekki lengur boðlegt að val þitt felist í engu öðru en því að þú lendir á hjúkrunarheimili á Sauðárkrók með öðrum í herbergi. Það er bara ekki val. Það er bara ekki boðlegt. Og þó að geti blessast og hafi gert það, þá er þetta ekki eitthvað sem við sjáum til framtíðar. Og svo er líka annað sem ég vil bæta inn í og því að Haraldur er búin að fara ágætlega yfir mikilvægi þess að við innleiðum einkaframtaki meira og þá ætlum ég að taka undir það, við verðum auðvitað að gera það þannig að fólk byrja trust í þess. Og þá þarf að vera gagnsæi og eftirlit að sjálfsögðu og við þurfum líka kannski aðeins að lyfta því meira. Við þurfum að þora bara sem flokkur að segja þetta er eitthvað sem er gott og við stöndum á bakvið þá aðila sem eru hvað fremstir í þeim flokki að þú minnist á Grund. Ég held að Grund sé að fagna 100 ára afmæli á næsta ári. Já, það er ekki? Jú, þannig að þar eru til dæmis aðilar sem eru búin að vera í þessum rekstri í 3 mannsaldra. Þannig að það er gríðarleg þekking hjá þriðja geiranum og hjá sjálfseignarstofnunum í þessum efnum. En svo get ég ekki, því svo hrættum að þú fara að loka hlaðvarpinu, get ekki sleppt í að sem þjóð sem það er að sjá aldurspíramítan í grunninn snúast við, að þá verðum við að
bæta gæðum við lífið. Við verðum að huga að forvörnum miklu fyrr og miklu ábyrgar og öflugar heldur við erum að gera í dag til þess að koma í veg fyrir að við lendum að stórum hluta í þjónustuþörf þegar við verðum eldri. Það er aldrei hægt að koma í veg fyrir allt, en við getum öll, og nú bara horfum við á sjálfum mig líka, við getum öll gert svo miklu betur til þess að sjá til þess að okkar efri ár verði betri en ella, því að ég held að það er enginn sem situr að nút og býður eftir að komast á hjúkrunarheimili. Það er ekki þannig. Við viljum aftur á móti að fólki líði vel þegar þar er komið og þessi rými sé til staðar fyrir þá sem þurfa, en við eigum með þetta að reyna að koma í veg fyrir mig af öllum lífs- og sálarkröftum að þetta verði jafn ákallandi þörf eins og virðist verið í dag. Heyrðu, þetta er mjög gott. Ég held að sko orðin sem við getum notað, það eru forvarnir, það er fjölbreytni og frelsi. Þessi 3F sko, ef við höfum góðar forvarnir, fjölbreytni og frelsi, þá verður það líka elli árin okkar, ef við köllum það svo, eftir 70 eða svo, þá geta þau orðið miklu skemmtilegri og betri og það er það sem við höfum að leggja áherslu á og að fólk geti líka unnið eitthvað lengur heldur en það gerir í dag. Það er líka mjög mikilvægt fyrir alla. Ég vil bara þakka ykkur. Ég held að þessi hluta forvörnunum. Já, það er hluta forvörnunum að vinna svolítið áfram. Það er ekki allir sem geta bara farið að spila golf. Já. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna Aldís og Haraldur í þennan hlaðvarpsþátt sem er sá 3. En við verðum með ykkur aðra gesti, aðra viðmælendur í næstu viku og hlakka til að sjá okkur aftur þá. Takk. Ég ávarpaði sko